ráðherra og aðrir góði gestir. Ég ætla að segja ykkur frá verkefni sem við höfum verið að vinna að hérna fyrir norðan á Blönduósi undanfarin misseri. Og ég ákvað að skýra þetta erindi úr sláturhúsinu í bensíntanki. Nú aðeins um forsöguna. Blönduósbær í fararbroddi í umhverfismálum og fráveituframkvæmdum lauk árið 2003 hjá okkur á Blönduósi. Og Blönduós eitt þeirra fáu sveitarfélaga utan stór höfuðborgarsvæðisins sem hefur reist hér skólphreinsunarstöð. Nú, af hverju svona lítið sveitarfélag ráðast í svona stórar og mikla framkvæmdir? Jú, Blönduós matvælabær og þetta snertir ímyndina og samkeppnishæfni sveitarfélagsins. Nú áfram héldum við á þessari braut og urðunarsvæðið sem margir þekkja við Stekkjavík var opnað árið 2010. Nú landeigendur heimiluðu okkur ekki að urða sláturúrgang á svæðinu og þá voru góð ráð dýr og við settumst því niður og reyndum að finna leiðir til að bregðast við þessari stöðu. Og þegar við vorum að velta þessu fyrir okkur þá komumst að því að fagurt holdið fjarri beini. Og fita sem sagt auðlind og ekki vandamál. Og þá blasti við okkur tvö viðfangsefni. Það var það að nýta þá fitu frá fráveitukerfi sláturhússins og síðan það að það ekki nóg að safna fitunni, heldur þarf að koma henni í lóg með einhverjum hætti og þar af leiðandi skoðum við þann kost að fara að búa til bíódísel. Og síðan eru þarna auka afurðir sem að þarna skapast við þetta ferli allt saman og það verður þá bara að bíða betri tíma. Nú, það drýpur smjör af hverju strái á Norðurlandi vestra. Á Norðurlandi vestra slátrað 55% af lambfé á landsvísu. 70% af stórgripaslátrum fer fram á landinu á Norðurlandi vestra og sláturhús á Blönduósi slátrar 105.000 lambfé. Nú, það eru cirka 4–5 kíló af fitu sem fellur til af hverju lambi og samtals má áætla að það séu cirka 3.000 tonn sem falli til af fitu í héraðinu að teknu tillit til stórgripaslátrunar. Nú, þá það fyrsta verkefnið og það þá fituskiljuverkefnið okkar. Nú, fituskiljan hönnuð af Málmi stálsmiðju og hún var tengd fráveitukerfi sláturhússins núna í desember 2012. En búnaður virkar þannig að fráveitukerfi hússins tengt inn í gáminn, súrefni síðan skotið inn í gáminn, það binst fitunni og það flyst upp á yfirborðið og síðan það fleytt ofan af og síðan safnað í safntang. Og hér má sjá mynd af fituskiljunni að störfum og hér niðri í hægra horninu sjáum við fiskkar sem að taka á móti fitunni og það gaman að segja frá því að þessa 3 tíma sem við pröfukerfum græjuna þá fylltum við milli 5 og 6 svona fiskikör. Þannig það gríðarlega mikið magn sem að fellur til af fitu í gegnum fráveitukerfið. Nú, bíódíselframleiðsla á Blönduósi. Af hverju bíódísel? Nú, framleiðslan getur átt sér stað eða getur farið fram á Blönduósi, náttúrulega. Þetta leysir marga umhverfisþætti og þá í smáum stíl og svo í stærra samhengi. Það að segja að við það að grípa fituna í fráveitukerfinu þá erum við náttúrulega að hindra að fitan fari út í Húnaflóann. Nú, í stærra samhenginu að með því að framleiða bíódísel þá erum við að framleiða umhverfisvænan orkukost og miklu umhverfisvænni en þeir orkugjafa sem að völ á í dag. Nú, rekstrarkostnaðurinn lækkar í stað þess að þurfa að keyra þessu magni út úr héraðinu með tilheyrandi kostnaði að þá erum við að nýta þessa auðlind bara á staðnum. Nú, vonandi getur þetta orðið arðbært og þar af leiðandi skapa störf. En af hverju á Blönduósi? Svarið við því mjög einfalt að hráefni verður til á svæðinu. Þetta jú landbúnaðar hérað. Nú nokkrar svona staðreyndir bíódísel að af 1 kílói af fitu
skapast 0,8 lítra bíódísel með íblöndunarefnum. Það falla til 600.000 lítrar á Blönduósi, einu og sér, og það gerir cirka eldsneyti fyrir 400 fólksbíla miðað við 20.000 km akstur á ári. Og í dag erum við í viðræðum við aðila varðandi framleiðslu á bíódísel á Blönduósi. Nú, næstu skref, við áætlum að setja upp bíódíselframleiðslu næsta vor og við munum síðan skoða afraksturinn í lok sláturtíðar og svo stefnum á það að árið 2014 verði framleiðslan komin á fullt skrið. Nú að lokum að þá vil ég þakka Nýsköpunarmiðstöð, sérstaklega fyrir veittan stuðning og þá sérstaklega Þorsteini Inga sem hefur stutt okkur með sínum eldmóði og frábærum stuðningi. Takk hérlega fyrir.